con dei riflettori. Það má ekki spyrja, má nokkuð spyrja hérna. Það ekki það dagskrá, það náttúrulega fyrirmyndir að erfaldagi almennt. Það getur að spyrja frá undirfæslu. Já, þú getur spurt allavega. Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á þennan fund Hafrannsóknastofnunar upptaktur af veiðisumrinu 25. Skilega ánægilegt að sjá hvað mörg hérna í dag og svo nú einhverjir á Teams reyndar líka. Ég átti að bera kveðju frá Þorsteini Sigurðssyni forstjóra Hafrannsóknastofnunar, hann staddur erlendis og gat því ekki verið með okkur í dag. Menn að vera að ræða veiði hérna frammi og þó að veiðitímabilið sé nú hafið silungsveiðin fyrir einhverjum vikum þá svona aðalagsveiðitímabilið framundan og spennan örugglega farin að aukast hjá mörgum fyrir komandi veiðaævintýrum. Og maður hefur nú tilfinninguna að þetta byrja alltaf einhvern veginn nýtt upphaf í hvert þegar veiðitímabilið hefst. Það svona gömlu minningarnar litla veiði og þann stóra sem slatt, það kannski víkja fyrir vonum góða veiði og setja í þann stærsta hingað til komandi sumri. Nú fyrir okkur sem störfum við rannsóknir og öktun á lífríki ám og vötnum og þannig talað fiskstofnum, þá skiptir að þessi tengsl við veiðiréttareigendur, veiðimenn og aðra sem nýta og njóta náttúrunnar mjög miklu máli. Þannig að þess vegna höfum við meðal annars til að efla þessi tengsl og skapa vettvang fyrir samtal og skoðanaskipti Hafrannsóknastofnun staðið fyrir þessum fræðslufundur sem þessum í aðdraganda veiðisumars sem við köllum eins og komið fram upptakt af veiðisumri, en þetta í 3. sinn sem hann haldinn núna í röð síðustu 3 ár. Viðtökurnar hafa verið góðar og vonandi getum við haldið áfram með þetta svona sem árlegan viðburð. Dagskráin í dag, þetta ekki löng miðað við að þetta væri búið svona kringum 11. Hlýðum hérna á 5 erindi sem þið verða betur kynnt á eftir og sem öll tengjast lífríki ferskvatns frá mismunandi sjónarhornum. 4 þessar erindar flutt af sérfræðingum Hafrannsóknastofnunar
Ég leyfi mér að telja Magnús Jóhannsson til okkar hóps. Þáttur að hann hafi nú nýlega látið að störfum eftir farsælt starf. En svo hérna erindi frá Árna Kristmundssyni fisksjúkdómafræði á tilraunastöð Háskólans Íslands í meinafræði. Ég ætla að leyfa mér hérna bara fyrirfram að þakka fyrirlesurum fyrir þeirra framlag að vera tilbúnir í að koma að þessu með okkur, sem og öðrum sem að koma að þessum undirbúningi og framkvæmd fundarins. Það er ekki ég eða við tveir, það eru fleiri sem standa að því. Og svo bara þakka ykkur fyrir, eins og við segjum, mæta hérna bæði þeir í fórnubúðir og þeir sem eru á Teams. Að því sögðu þá afhendi ég fundastjórn Sveini Kára Valdimarsinni, samstarfsfélaga mínum hérna á Hafrannsóknastofnun, sem mun þá fara nánar aðeins yfir dagskrána og fyrirkomulag fundarins. Takk fyrir. Hjartanlega velkomin öllsömmul, gaman að sjá hvað eru margir. Ég ætla að láta ykkur að vita að fundurinn er á streymi og er tekinu, þannig að bara, já, þið vitið það. Nú, dagskráin er, eins og þið sjáið hér, við byrjum á Guðna, síðan kemur Magnús, talar aðeins veiðivatn, við fáum Eydísi Salamenn til þess að fara kannski aðeins út í svona hvað ferskvatnið er. Áki Jarl ætlar að segja okkur aðeins erfðafræðina og svo fáum við erindi fisksjúkdómana frá Árna. En okkur er ekki að neitt af vanabúnaði og ég ætla bara að biðja fyrsta fyrirlesarann Guðna Guðbergsson að koma upp. Herðu, já, takk fyrir það, fundarstjóri, ágætu tilheyrendur. Það er alltaf spennandi þegar að nýtt veiðitímabil byrjar og er komið í hug að fyrir nokkrum árum síðan upphaf veiðitíma í Elliðaánum að þá vorum við að fara þangað með veiðibang og reisturpoka fyrir veiðmenn og þegar ég kem niður í veiðihús og var að spjalla við Magnús sem þá var veiðivörður þá kemur þar maður sem kemur og spyr hvort það sé, hvernig veiðin sé ánni og Magnús segir að það er engin fiskur komin, þetta er alveg steindautt og hins að anskotin, ég á nefnilega veiði ekki á morgun heldur hinn og ég átti reyndar laugardaginn fyrir verslunarmannahelgi en ég skipt honum og Maggi sagði laugardagurinn fyrir verslunarmannahelgi, það er langbesti tíminn hér í Elliðaánum og af hverju varst að skipta honum? Ég gat ekki beðið. En ég ætla aðeins að fara yfir veiðina og ástand stofna. Þar sem að veiðin skráning, þar sem hún er góð, þá segir hún okkur heilmikið ástand stofna eins og þeir koma fyrir. Og hér er ein gömul mynd sem að menn kannski kannast við af veiðinni. Það er blái hlutin á myndinni er sá hluti sem að þeir laxar sem eru landaðir, græni hlutin er veitt og sleppt og síðan þessi rauði er viðbótin sem kemur úr ám með hafbeitarveiði. Og eins og við sjáum kannski hér hjá okkur að þá hefur dregið úr afla og ef við berum það saman við bara afla og laxi í Norður-Atlantshafi yfir höfuð, að þá var það hér á 8. áratugnum, líkt og kannski hér hjá okkur var meira af laxi og meira veitt og drepið og heildina þá var veiðin yfir 12.000 laxar í Atlantshafi en er komið núna undir 1000 tonn. En það segir ekki endilega alla söguna það hver er ástandið á stofnunum. En veiðin á árinu 24, það er ekki alveg öll kurl komin til grafar en tölurnar svona hérumbil saman komnar eru rétt í kringum 44.500 laxar sem veiddust á stöng og aflinn af því var rétt 14.500 þannig að það var stór hluti sem var sleppt aftur. Og af þessum lögsum að þá voru rétt tæp 37.000 sem voru villtir laxar.
Þannig að við sjáum líka að það er breytileiki á milli ára. Netaveiði var stundu hér á árum áður meira kappi heldur en núna og við vorum að rifja það upp hér frammi áðan að netaveiði byrjaði í Hvítá í Borgarfirði ævinlega 20. maí og þann dag komu fréttir af fyrstu laxonum sem að veiddust í net. En á seinni árum þá hefur það verið hefur það fyrirkomulag breyst, ekki síst vegna þess að í Borgarfirði er nánast í engin netaveiði lengur þar sem að veiðifélög hliðar á að Hvítá eru með samkomulag við netaveiðibændur það að greiða þeim fyrir það að veiða ekki og þetta er hægt vegna þess að hver fiskur sem að veiddur er á stöng mun verðmætari heldur en veiði í net. Eitt stór liður sem að kannski gleymist að það er svo langt síðan að laxveiðar í sjó við Ísland voru bannaðar 1932 sem að ég held að hafi verið mikið happaspor og síðan var það og það voru nokkrar lagnir við Vesturland þar sem voru strandveiðar en það var samið uppkaup á þeim 1997 þannig að núna er öll veiði á laxi allavega lögleg veiði á laxi í fersku vatni og byggt á einum stofni. Ef við horfum bara á þróunina og lítum á 2024 í samanburði við fyrri ár að þá var aukning á milli ára í öllum landshlutum frá árinu 23 og kannski má hafa það í huga að árið 23 var nú ekki kannski það sem kemur til með að sitja lengi í minni manna sem ár sem gott veiðiár. En það að sjá þessa aukningu, það eru hlutir sem að maður horfir á sem góð teikn. Hérna eru bara eftir hverjum landshluta og vegna þess að á Suðurlandi að þar er mikil veiði úr hafbeitarfiski einkum í Rangánum þannig að það er hér sett upp í sér mynd. En ef við horfum á þróunina og tökum bara hafbeitarlaxana út og síðan vitum við það að hluti af þeim löxum sem að veiðast og sleppt veiðast oftar heldur en einu sinni þannig ef við leiðréttum fyrir því að þá sjáum við þróunina og síðustu 8 ár hafa verið undir meðalveiði á villtum laxi í stangveiði. Og það náttúrulega þróun sem að á að kveikja á viðvörunarljós og þá þurfa menn að fara að gæta að hvernig veiðistjórnun háttað og hvað menn geta gert í viðkomandi stöðu og líka það að skilja hver ástæðan og ef að við tökum bara 3 ára hlaupandi meðaltal þá í svona grófum dráttum við að sjá það bil 10 ára sveiflu í okkar laxastofnum en það líka athyglisvert að á síðari árum meiri breytileiki á milli ára heldur en að við höfum áður séð í okkar tímaröð. Að við síðan horfum til heildarstofnstærðarinnar að á síðustu árum hefur blái hlutinn hér metin heildarstofnstærð laxa sem að gengur inn í ár. Þessi rauði hér aflinn og síðan þessi grái þá stærð hrygningarstofna. Þannig að það alveg ljóst að með því að veiða og sleppa hefur stærð hrygningarstofnsins verið haldið uppi og að komast upp undir meðaltal og við sjáum það líka að það stofnstærðin stækkaði frá 23 til ársins 24. Ef við horfum á einstakar ár og lítum á árnar byrjum á því hér á Vesturlandi að þá veiðin í þeim að sveiflast í sambærilegum takti og greinilegt að þegar að hallarísárin komu hér 2012 og 2014 þá fóru fiskgengd og veiði niður á sama tíma í þeim öllum og síðan varð viðkoma seiða líka minni í kjölfar þess þannig að það kom samdráttur einni kynslóð síðar
Ár á Norðvesturlandi eru líka í sama takti þó svo að það komi hér tímabil þar sem að Miðfjarðará og Blanda skáru sig ansi hressilega frá og svo að Blanda sé heldur að gefa eftir núna allavega í samanburði við Miðfjarðarána. Þegar við komum norðaustur fyrir land, austur í Þistilfjörð, þar takturinn svipaður en stofnstærð og veiði verið vaxandi og eins og sýnt hefur verið fram á og þá hefur líka lífmassi seiða verið vaxandi í þessum ám og það bendir til þess að ef að hrygningarstofnar á fyrri árum hefðu verið stærri að þá hefði líka fiskgengd og veiði væntanlega verið meiri, þannig að þar erum við að læra ansi dýrmæta lexíu. Stóru árnar á Austurlandi, Selá og Hofsá hafa meira og minna verið að fylgjast að. Laxá í Aðaldal hefur hins vegar verið að dala og má muna fífilsinn fegurri þó svo að þar sé núna viðsnúningur og vaxandi laxgengd í kjölfar meðal annars að taka upp veiði og sleppa og annarra aðgerða. En hvað það sem stýrir þá fiskgengd og veiði og hér sláum við bara upp endurheimtum annars vegar í Elliðaánum sem að eru viltseiði sem að ganga til sjávar og síðan endurheimtur gönguseiða í ytri Rangá og þar sjáum við að takturinn í endurheimtunum mjög svipaður og skýrist að mestu bara á afföllunum eða endurheimtunum úr sjó þó svo að við sjáum það að það hér bil 10-faldur munur af því að þetta á sitt hvorum ásnum, Elliðaárnar á vinstri ás og ytri Rangá á hægri, að þá það bil 10-faldur munur á endurheimtum, annars vegar á villtum seiðum og hins vegar á eldisseiðum. Eins og ég sagði að þá var tekið upp hér að veiða og sleppa og við eigum skráningar á því frá árinu 1999 og að á árinu 24 var yfir 90% af stórlaxum í stangveiði sleppt aftur og hlutfallið af smálöxum komið yfir 75%, þannig að veiði álagið hefur verið dregið verulega úr veiði álagi. Við á árunum á 8. áratugnum og þá var fjöldi veiddra smálax og stórlaxa það bil sá sami. Eftir köldu árin, eftir 1980 þá dró úr bæði gengd á smálaxi og stórlaxi. Smálaxinn rétti við upp úr 1985 en stórlaxinn hélt áfram að fækka. Og á árinu 2000 var haldinn fundur veiðimálastofnunar sem þá var til Landssambands veiðifélaga og Landssambands stangveiðifélaga þar sem að áskorun var tekin upp til veiðimanna það að sleppa stórlaxum yfir 69 cm vegna þess að þá voru komnar sterkar vísbendingar það að það hvort að lax 1 ár í sjó eða 2 að það væri arfbundið og af tölunum að dæma þá erum við að sjá það að hlutfall stórlaxa fer núna aftur vaxandi og það einmitt þeir kannski laxar sem að menn muna best og eru eftirsóttastir í stangveiði. Þannig að þessi aðgerð var í tíma töluð og skiptir máli og sýnir það að menn þurfa að bæði að afla þekkingar og síðan að vera vakandi yfir því hvernig að farið með veiði stjórnun. En það eru fleiri tegundir sem að veiðast heldur en lax og ef við horfum á þróun og veiði í sjóbirtingi að þá nú reyndar Suðurlandið mekka sjóbirtingsins og það hefur heldur orðið aukning þar en meiri þó í öðrum landslutum og einkum hefur sjóbirtingurinn verið að nema land í ám á Norður- og Austurlandi, þannig að við horfum á það hlutfallslega þá aukning á sjóbirtingi í öllum landslutum þó að sé kannski minnst á Suðurlandi en að hluta til það líka að þegar var farið að veiða og sleppa sjóbirtingi þá eru þeir að koma oftar heldur en einu sinni eða tvisvar inn í árnar og verða stærri þannig að stóru hrygnurnar að leggja meira til í hrygningu heldur en
heldur en það smærri og það yfirleitt þessi stóru fiskar þeir sem eftir sóknarverðari í veiði. Það ansi mikið annað upp á teningnum varðandi bleikju. Það fækkun á bleikju og þetta sjóbleikju veiðin í ám þar sem regluleg skráning á veiði og við sjáum að þar samdráttur og minnkun í öllum landshlutum. Þó að aðeins hafi komið upp aukning núna á Suðurlandi síðust ár og ég held að það hafi verið vegna þess að menn fóru að skrá einkanlega betur sjóbleikjuveiðina í soginu. En þetta skýringin á þessu kunnum við ekki en við sjáum sambærilega hluti vera að gerast í Norður-Noregi og þegar að svoleiðis að þá fer maður svolítið að horfa upp í loft og líta til þess sem að tengist loftslagsbreytingum en hér þurfum við að auka og efla okkar þekkingu. Mestu sjóbirtingsárnar hér á landi eru við Eyjafjörð og að veiðina að dæma þar veiðiskráningunni að þá var meðaltalið yfir 3000 bleikjur, sjóbleikjur á ári en eru komið hér núna niður í nokkur hundruð og það sem að ég vildi vekja athygli á það að hver ber ábyrgð á veiðistjórnum, hvenær á að bregðast við og síðan hvað hægt að gera. Það ekki víst að menn kunni ráð til þess en þegar að stofnar að minnka og ennþá verið að veiða úr þeim og þá leggst veiðin ofan á verri skilyrði. Þannig að það þó allavega eitt af því sem að hægt að gera og það sem að maður sér líka til eins og í ánum við Eyjafjörð að þar gríðar mikil efnistaka úr mörgum ám sem að örugglega hefur sín áhrif og ég veit að Fiskistofa hefur verið að horfa til þess að takmarka veiðar á sjóbleikju í Eyjafirði en þar verið að veiða úr blönduðum stofnum þannig að það varðandi eins og fuglastofna eru mörk það hvenær tegundir fara inn á válista og það eru sambærilegir hlutir sem við þurfum að setja upp varðandi stofnan okkar. Nú erum við á 8 ári sem að þýðir það að væntanlega komum við til með að sjá núlaxa í auknum mæli hér gangandi í okkar ár. Núlaxinn kemur úr Kyrrahafi, hann hefur stuttan lífsferil, lifir hratt og stutt og við sjáum það að á árum áður og þá var tiltölulega fáir fiskar sem að veiddust á ári og aðalega voru það þá hængarnir sem voru skráðir því að menn voru ekki alltaf að sjá munin á núlaxarhryggnum og sjóbleikju en við erum að sjá það að núlaxinn að koma í ár bara allt land og að mesti fjöldin sem skráður sé á Austurlandi sem þá kannski næst Noregi og Rússlandi það sem að hann upphaflega kemur en við erum líka búin að sjá það að núlaxinn farin að fjölga sér hér í okkar ám og við eigum von á því að það sé vaxandi núlaxagengd og það afar mikilvægt til þess að fylgjast með þróuninni að bæði að veiðin sé skráð og eins viljum við gjarnan fá til okkar sýni af núlaxum til rannsókna. Það þekkt að það eru tengsl á milli veiði á smálaxum og stórlaxum árið eftir og hér bara slík tengsl sýnt fyrir Selá í Vopnafirði og þeir félagar okkar á Hvanneyri, Sigurður Már og Jóhannes að þeir hafa verið að búa til spá smálaxagengd í ár á Vesturlandi og hafa verið að bera saman fjölda veiddra smálaxa og síðan hitastigs á hafsvæðinu hér vestur af Íslandi sem að vitað að okkar smálax að ganga á og þá spá þeirra svo að smálaxagengdin á Vesturland verði það bil svona í nærri meðallagi og þá þurfum við að hafa í huga að 40% af laxveiðin á landinu á Vesturlandi þannig að það veit þá á gott. En til að taka þetta saman laxveiði ársins 24 var nærri meðaltali á landinu í heild, það var aukning frá 23, hátt hlutfall smálaxa og það reyndar hátt hlutfall hænga líka veiðinni sem að væntanlega veit á göngur stólaxa núna á þessu ári. Það eru vísbendingar að veiði á Vesturlandi verði nærri meðaltali
bleikju að fækka, sjóbirtingur í sókn, það líkur á aukningu í göngum hnúðlaxa, ég minni á mikilvægi góðra skráningar og það mikilvægt að auka þekkingu og styrkja stöðu villtra laxastofna á Íslandi almennt, ekki síst núna þegar að laxeldi vaxandi. Það þarf að vernda vaxgæði, búsvæði og að veiða ekki umfram veiðiþol og mikilvægi vöktunar, minni bara á mikilvægi vöktunar og eitt af því söfnun á hreistri og með því að þá þakka ég fyrir. Þakkum Guðna kærlega fyrir. Gott erindi. Það er tími hérna fyrir 1-2 spurningar. Síðan verður náttúrulega kaffa á eftir og þá getur þið sest á Guðna og spurt frekar. Eggert? Við langar bara að fá opinbert svar, Guðni. Hvernig verður laxveiðin í sumar? Hún verður eftirminnileg. Vísbendingarnar sem að við með það að við erum að koma upp úr öldudal. Það yfirleitt, stundum það kallað svona autokorrelasjón eða það tengsl á milli ára. Það var góð smálaxaveiði á síðasta ári. Stórlaxinn af þeim eiga eftir að koma. Það meira stærri hluti af því sem hrygnur. Þannig að svona vísbendingar af þeim gögnum sem við höfum það að við erum kannski nærri eða aðeins ofar heldur en við sáum á síðasta ári. En svo skal ég komast að loka spá í september. Já, takk fyrir erindið, Guðni. Ég aðeins að heima, nú hafið þið gagn endurheimt laxaseiða fyrir einhverja líka ár en ekki. Og ekki fyrir allar ár, en spurningin sú, sjáið þið minnkun í endurheimtum samhliða minnkun í stofnstærð og veiði í þessum tilteknum ám? Svarið já, nema elliðárnar. Það eiginlega að skera sig úr. Nákvæmlega. Bara gríðarlega endurheimt. 1 af hverjum 5, sko. Þannig að, en heilt yfir í Norður-Atlantshafi hafa endurheimtur á laxi verið lækkandi. Það hefur gerst svona í þrepum sem svona eins og fasaskipti í umhverfi sjávar. Þannig að heilt yfir hefur dánatali sjó verið vaxandi. Af hvaða ástæðum það eru reyndar samverkandi margar ástæður sem að menn telja upp, en það sýnir líka það að standa í því að veiða og merkja gönguseiði, það heilmikil vinn og bölvabras, en á móti kemur að það skapar heilmikla þekkingu og gefur okkur skýribreytur sem að við getum þá skýrt út hverjir áhrifavaldarnir og hvort og mögulegt að gera eitthvað í þeim. Og það bæði alþjóðasamfélagið og svo náttúrulega við sem að viljum endilega standa okkur í því og það gönguseiðin til dæmis núna fóru óvenju snemma á stað og Hlynur og Sigur Óskar einmitt búnir að pakka í bílinn til að fara í Vopnafjörð eftir að þessum fundi lýkur, þannig að það verið að merkja seið upp í Kálfa núna sem að ganga út. Ein spurning til viðbótar, Artúr. Já, mig langar að spyrja þig, Gunni. Nefnt að það verið leiðrétt fyrir endurveiðin. Það þótti langt síðan að ég byrjaði þessa tengda hjá þér fyrst. Hefur þessi reikning formúla eitthvað breyst í gegnum árið? Þetta kannski akkúrat spurningi sem ég vildi kannski ekkert fá. En við gerðum þetta hér á árum áður í 4 ám í 4 ár. Þannig að við náðum þokkalegri mælingu í góðu samstarfi við veiðiréttarhafa, meðal annars í Haffjarðará sem Óttar hér með okkur núna og samt fleirum. Það sem við höfum kannski núna við höfum fleiri teljara, þannig að við höfum möguleika á því að vita hvað eru margir fiskar gengnir og síðan
í ám þar sem að við höfum þá merkingar og það eins og búið að gera það á Austurlandi að það eru komnar núna síðustu 2 ár hafa verið merkingar hjá Six Rivers og þær eru að gefa það bil sömu niðurstöðu og við fengum áður að það það bil 25% af þeim fiskum sem sleppt sem eru að veiðast oftar eldri en einu sinni. Og það það sem við notum í leiðréttingu. En þetta þyrftum við að gera oftar, klárlega. Herðu, við þakkum Guðna kærlega fyrir og bjóðum Magnús velkomin hingað upp að segja okkur aðeins frá veiðivötnum. Já, fundarstjóri, góðu fundarmenn. Ég ætla að fara hérna yfir rannsóknir og veiði í veiðivötnum. Við erum búin að stunda þarna rannsóknir samfellt í 40 ár og það var nú fleiri en ég komið að þessum rannsóknum meðal annars samstarfsfélagi minn Benóni Jónsson til fjölda ára. En veiðivötn eru þarna á hálendi Íslands og þetta klasi vatna, ætla sé ekki cirka 50 vötn þarna, stór og smá. Og þau eru á eldvirku svæði, mjög frjósöm og lindarvötn. Og þarna var til skamms tíma bara urriði, hrein urriðavötn. En síðan gerist það að það er sleppt bleikju í nálæg vötn sem að hafa samgang við veiðivötnin gegnum Tungná upp úr 1965 og bleikja berst í vötnin. Og hún hefur komin í þessi vötn sem eru rauðmerkt þarna og síðan sjáum við nú stærsta vatni þarna sem Litlisjór og þar hafa veist tvær bleikjur því miður. En hún hefur svo sem ekki numið land þar, að við getum sagt. Það er erfið nýliðun urriða á svæðinu en bleikjan hefur það mun betrað í nýliðun og þess vegna hefur hún haft betur í samkeppninni þar sem að hún er komin í vötnin, samkeppni við urriðan. Hér sjáum við myndi yfir vötnin, þetta eru Langavatn og Skálavatn og mörg þessara vatna eru gígvötn og það gaus í vötnunum síðast bara 1477 og þetta kerfi ef ég man rétt í Bárðarbungu kerfi. Og það verða stórgos og þetta gos 1477 var gríðarlega stórt með stærri gos sem orðið hafa eftir landnám. Og það er löng saga veiðinytja þarna og það er umtalsverð veiði, einkum veiði á stöng núna seinni árin. Hér sjáum við yfirlit yfir veiði, annars vegar urriða og bleikju. Og eins og þið sjáum að þá veiðist meira bleikju heldur en urriða núna á seinni árum. Og bleikja sem sagt kemur þarna inn í vötnin og verður fyrst vart í Snjóolduvatni 1972. Það svona verður hæg fjölgun en við getum sagt kannski eftir 2000 og þá fjölgar bleikju þarna verulega í vötnunum og það hefur svolítið komið niður á urriðaveiðinni. Á síðustu 10 árum er meðalveiði urriða 12.600 og 23.000 bleikjur. Stór hluti af þessari bleikjuveiði netaveiði, eins og við sjáum þarna það var 84% urriðaveiðina núna síðustu 10 ár stangveiði en 46% hjá bleikjunni. Nú eins og ég nefndi áðan að þar sem að bleikjan hefur komið
í þau vötn sem að í þeim vötnum sem að bleikjan þar hefur urriðinn hopað og hérna erum við dæmi Snjóölduvatn. Bleikjan kemur þar sem sagt 72 og það verður svona hæg fjölgun á bleikjunni en jafnt og þétt að þá fjölgar henni eins og myndin sýnir hérna veiðina en urriðanum fækkar. Og það alveg bein tengsl á milli sem sagt veiði kíló á hektara á bleikju og urriða eftir því sem bleikjunni fjölgar því minni veiði af urriða. Það þarna sem sagt urriðin verður undir í samkeppninni greinilega. Nú eitt af því sem við erum að skoða þarna í vötnunum fæða urriðans kemur fram á þessari mynd og skipt þarna eftir vötnum og gulu súlurnar vatnabobbi. Vatnabobbi eiginlega svona, algengasta fæðan þarna í flestum vötnunum en það svolítið mismunandi eftir vötnum hvernig fæðusamsetningin og skötuormur líka áberandi fæða og það þarna sérstaklega í Stóra-Fossvatni og fleiri vötnum þarna. Síðan hottsíli líka algeng fæða og vorflugur en mjög lítið af svifi. Þetta eru aðalega botnlægar tegundir sem að urriðin að éta. Og hvað skýrir þennan mismun á fæðu milli vatna væntanlega vatnagerðin svolítið og ekki kannski síst botngerðin. Hér mynd sem sýnir langa seríu á fæðuathugun í einu aðalvatninu þarna sem Stóra-Fossvatn. Í Stóra-Fossvatni eingöngu urriði og þar ágætis nýliðun þannig að þetta allt saman náttúrulegur urriði meira og minna. Og þar sveiflur í fæðuvalinu og dökku súlurnar sýna skötuorminn sem botnkrabbi og mjög góður biti fyrir urriðan og urriðin velur skötuorminn fram yfir aðra fæðugerðir af því að hann svo stór og góð fæða. En það eru sveiflur á milli ára og það koma ár þar sem að mjög lítið af skötuormi í fæðunni og það skýrist svolítið á því að þessar sveiflur í skötuorminum eru sennilega stýrðar af fiskinum í urriðanum. Hann beitur niður skötuorminn og þá verður minna á honum og minna í fæðinu og þessi mynd sýnir þá veiði kíló á hektara og síðan hvernig skötuormurinn minna í fæðinu eftir því sem meira af fiski í vatninu. Nú stór hluti af veiðinni þarna af urriðaveiðinni haldið uppi af sleppingum vegna þess að það mjög erfið nýliðun í mörgum þessum vötnum. Ekki síst í stærsta vatninu sem Litli-sjór og það var fisklaust fram til 1973 að sleppt var í það urriða. Og þessi mynd sýnir annars vegar seiðasleppingarnar og hins vegar veiði kíló á hektara og þegar farið var að sleppa þessum seiðum að þá náttúrulega jókst veiðin og veiðin þarna haldið uppi með þessum
sleppingum, en það líka náttúruleg nýliðun, en svona, hún svona minniháttar flest árin. Og veiðin að meðaltali síðustu árunum 2010 til 2024, 11,3 kíló á hektara sem mjög mikið. Það þykir gott í láglendi á Íslandi að fá svona 5 til 10 kíló afrakstur á hektara. Og þessara veiði haldið uppi með sleppingum cirka 25 til 30.000 urðarseiða. Hér mynd sem sýnir heimtur á merktum seiðum, urðarseiðum, annars vegar í Litlasjó og síðan Grænavatni. Grænavatn líka stórt vatn á svæðinu þar sem nýliðun mjög erfið líka. Og það breytilegar heimtur á milli ára, eins og sést á þessari mynd, en allt upp í 28% þarna frá sleppingum 2020 og reyndar á eftir að bætast við vegna þess að þau seiði eiga enn eftir að koma inn í veiðina. En þetta svona breytilegt á milli ára, en gjarnan svona 5 til 10 og yfir 20 prósent sem hafa heimst á þessum seiðum þessum merktu seiðum sem hefur verið að sleppa. Og þetta annars vegar eins árs seiði sem hafa farið í Litlasjóan, síðan 1 og 2 ára seiði í Grænavatn, og það sýnt sig að stærri seiðin, sérstaklega í Grænavatni, hafa skilað, stærri og eldri seiðin hafa skilað betri árangri heldur en yngri seiðin. Og hér mynd sem sýnir hvernig heimturnar dreifast yfir árin, sem sagt frá sleppinga árinu, og það kemur í ljós þarna að í Grænavatni þá heimtast seiðin að jafnaði heldur fyrr heldur en í Litlasjó, en það, sem sagt, þetta svona 3, 4, 5 ár sem að hver sleppi árgangur endist inn í veiðinni. Og það athyglisvert að þarna einn fiskur í Litlasjó sem heimtist eftir 19 ár frá merkingu, og ég megi segja að það hljóta að vera heimsmet. Þó ég hafi svo sem ekki, þó það sé kannski ekki staðfest. En síðan kemur hann fram á þessari mynd líka vöxtur þessara seiða, og hann heldur betri í Grænavatni heldur en í Litlasjó, og urriðinn hann nær þarna í kringum 60-70 sentimetrum og kannski upp í 4 og alltaf 5 kílóum. Hann kannski hættir svolítið að lengjast þegar hann eldist, en hann verður dýrari, og sumir fiskar hafa þarna mjög háan holdastil og halda kannski áfram að þyngjast og hægt að lengjast einhverju marki. Hér einn góður, hann var veiddur á stöng í Grænavatni 1. ágúst 2012, og það vildi nú þannig til að við Benóni vorum þarna á svæðinu og gátum því tekið mynd af honum, og hann var 82 sentimetrar rúmir og 8,2 kíló, og líklegur aldur var 10 ár. Það var svona ekki alveg klart með aldurinn á honum. En þeir geta orðið þetta stórir, og það hafa veist, þetta stórir og yfir stærri kannski. Ég held samt að þetta sé stærsti urriði sem hefur veist þarna á stöng. Nú síðan að lokum, veiðivatnasvæðið einstakt. Vötnin eru frjósum og gjöful. Þetta voru hrein urriðavatn þarna áður en bleikja barst í vötnin, og hún að sækja á og svolítið ógnorðin fyrir urriðan. Nú þessar 40 ára samfelldu rannsóknir hafa skapað mikla þekkingu
og nýtast til ráðgjafar og sjálfbæra nýtingu vatnanna. Takk fyrir. Við þakkum Magnúsi kærlega fyrir. Það er tími fyrir spurningar. Einhver sem hefur áhuga á að spyrja eitthvað veðurvöld? Er þetta bara laxakallar eða? Já, Þröstur? Já, bara að spyrja það, hvar eru seiðin alin svona sem eru menn núna fyrir kannski? Það var í Bessskóla en einhverstaðar annars staðar. Það verður alveg það núna meira minna öll þessi ár. Og þetta fram að öll þessi seiði eru af stofni veiðivatna. Það er tekið klakfiskur af svæðinu og farið með í ferskvatnsstöðin og fyrir áfram. Ein mjög basic spurning fyrir þann sem veit ekki neitt. Af hverju er urriðinn að tappa fyrir bleikunni? Fyrir ekki heiður. Af hverju er urriðinn að tappa fyrir bleikunni? Já, það er sem sagt greinilega samkeppni þarna á milli og tímingum bleikjuna gengur miklu betur í þessum vatnum. Bleikjan þarf ekki rennandi vatn en það þarf hins vegar urriðinn. Og síðan er það líka að gerast að í bleikjuvatnunum eða þar sem bleikjan er komin, þar erum við að sjá tálknlús, hvort að hún er prímert eða sekundært sko, að hafa áhrif á urriðann. Það er ekki gott að segja, allavega hefur urriða ekkert sérstaklega gott sem er með tálknlús og það er eingöngu tálknlús að finna í vatnum þar sem að bleikja. Er verið að neta veiða bleikjuna í þessum bleikjuvatnum? Já, það hefur verið gert töluvert í því að reyna að halda henni niðri en því miður hefur það ekki tekist en það er í gangi ennþá átak sem er svona miðar að því að reyna að halda henni niðri en það gengur mjög erfiðlega. Þessi seiðafjöldi sem sleppt hefur verið 25-30.000, er það einhver ástæða fyrir þessum fjölda? Akkur er ekki meira eða minna? Já, það er bara sýnt því að þessi fjöldi hann nægir til þess að halda upp í þessari veiði sem er þarna í vatninu. Artúr? Mér fannst aðeins vanta meiri upplýsingar þessi. Ég veit ekkert veiðivatn, ég hef aldrei komið á það. En hvað er hittastigið á þessum? Getur það skipt eitthvað í samband við bleikjuna og urriðann? Sko, hitastigið fer alveg upp í 10 og jafnvel meira 15 gráður í sumum þessara vatna. Sérstaklega þessu stóru vatnum eins og Litlasjó og Grænavatni, það sem er lítið svona gegnumstreymi, en þar sem er mikið gegnumstreymi af lindarvatni eins og Stórafossvatni, þar fer hitastigið sjaldan mikið yfir 10 gráður. En vaxtartímabilið er mjög stutt eðlilega í þetta mikilli hæð. Hér er spurning á netinu frá Jóhanni Helga Stefánsinni. Hvernig hefur þróunin verið á netaveiðum landeigenda í veiðivötnum verið? Er hægt á að veiðivötn verði offsetinn ef að netaveiði bæði til grísunar og hlunnenda minnki mikið eða hægt? Sko, þróun hefur verið svo að netaveiði hefur verið dregið verulega úr netaveiði meðan þess að var áður fyrir. Nú, megin áherslan er lögð á stangveiðinýtingu. Það er ekki hægt á því að verða offsetningi á urriða á svæðinu. En hins vegar sko er þetta eins og ég nefndi að offjölgun bleikju en að netaveiðin geti haldið niðri sem sagt bleikjustofnunum er
er hæpið að hafa sínt sig að það hefur varla gengið. Takk fyrir þetta og við þakkum Magnúsi kærlega fyrir. Og mér langar til að fá Eydísi Salóme hingað upp til að segja okkur aðeins hérna frá ferskvatni og fiskum í því. Umhverfið fiskar. Já, komið öll sælblessið og verið velkomin og gaman að sjá ykkur. Við ætlum að venda okkur kvæði í kross því ég veit ekkert fisk, því miður. En ég veit eitthvað ferskvatn, þannig að ég veit allavega eitthvað einn liðinn í þessari jöfnu sem þarna. Og ferskvatnið náttúrulega umhverfið sem að fiskurinn býr í, þessi ferskvatsfiskur, og þess vegna finnst mér kannski gaman að fá að koma hérna og segja ykkur aðeins frá því. Við ætlum bara að byrja hérna á byrjuninni, það er hringrás vatnsins og það er hérna, það hafa svona laser sko. Það bara byrja náttúrulega á uppgufun og gufuþéttingu og efnahvörfum við gös í andrúmsloftinu. Við það verður gufan pínlítið súr og við fáum hérna pínlítið súra úrkomu. Ómengu úrkoma sem fellur til jarðar er með pH 5,6 eða svo og af því að sýran er svona ágeng að þá getur hún hvarfast í berg og efni úr bergi skila sér inn í vatnið og við fáum þá efni sem að leysist úr bergi og fellur bara niður með úrkomunni og það rennur með vatninu til sjávar og hérna efni safnast upp í sjónum og sumt vatn rennur bara beint af yfirborði bergsins og svo seytlar niður í grunnvatn sem að sígur svo niður til sjávar einnig. Þessi hringrás vatnsins í rauninni er bara svona, þetta er náttúrulegt ferli, þetta stjórnar því hvað er í vatninu og þetta heitir efnahvarfaveðrun þetta ferli. Og þessi efni, mörg hver sem eru í vatninu, er grunnþáttur fyrir lífríki. Það eru mörg næringarefni sem eru þarna, sem að frumframleiðendurnir taka upp og svo síðframleiðendur eins og fiskar þrífast svo á. En hraði efnahvarfaveðrunar stjórnast meðal annars af berggerðinni, hitastigi og afrennsli. Og við ætlum í þessu erindi aðeins að tala rennsli eða afrennsli, styrk uppleystra efna og leiðni og vatnshita og súrefni. Af því þetta eru náttúrulega því þættir sem að kannski eru svona mest einkennandi fyrir það sem við sjáum og getum svona auðveldlega mælt. Svo ætlum við líka að tala pínu stjórnsýslu og vatnsgæði og ástand vatns. Og ef við byrjum bara á þessu, þá þessi mynd hérna sýnir í rauninni tengsl á milli heildarstyrks uppleystra efna sem er kallað TDS, Total Dissolved Solids, og rafleiðni í vatni. Og eftir því sem að heildarstyrkur uppleystra efna eykst, að þá eykst leiðni. Og þetta er bara nokkuð gott samband og þessi efni þetta eru aðalefnin sem eru 99% af því sem að mælist svo í leiðni. Og leiðni er í rauninni bara mælir rafleiðnina og þetta er svona óbein mæling á hlaðnar jónir. Þið sjáu hérna plúsar og hérna 2 plús og 2 plús og hér mínusar og eftir því sem að þessum hleðslum fjölgar því meiri verður leiðnin. Þannig að það er hægt að mæla óbeint magn þessara efna í vatninu. Þannig að leiðni gefur mjög góða vísbendingu svona hvað er mikið efnum í vatninu. En við ætlum að byrja að kíkja á þessa rennslishætti í mismunandi gerðum straumvatna og ef við byrjum hérna að kíkjum við fyrst á hana bláa feril sem að
sem að er Fossá í Berufirði. Þetta er Dragá, típisk Dragá sem er snjómiðluð. Hún rís rennslisferillinn rís mjög hátt snemma vori þegar vorlýsningarnar byrja og svo þegar bara strax í júní þegar snjórinn er fann að minnka á vatnasviðinu þá minnkar rennslið og í júlí, ágúst þá er rennsli bara orðið miklu minna og svo heldur það bara áfram að minnka. Þetta er ólíkt því sem við sjáum fyrir jökulárnar, þar sem við sjáum fyrst þessa snjóbráð, þetta er Jökulsá í Dal fyrir virkjun. Við sjáum vissulega snjóbráð þar, svo heldur það bara áfram að aukast þegar jökullinn tekur við og byrjar að bráðna og í ágúst er rennslið hæst og fellur svo og verður bara ekki neitt að vetri. Og eins og sjáum þetta, ég glemdi að segja að þetta er rennsli deilt með meðalrennsli árinnar til þess að við getum borið saman þessa mismunandi ferla því að vissulega er rennslið í Jökulsá fyrir virkjun miklu meira heldur en í Fossá. Þetta er bara svona svo við getum hortað þetta á sama grafi. En svo er hérna dæmi Lindá sem er með mjög lítið breytilegt rennsli og aðstæðurnar mjög svo svipaðar allt árið. Og þetta rennsli hefur rosalega mikil áhrif á efnastyrk í vatni vegna þess að það verður ákveðin þegar snjór byrjar að bráðna á vatnasviðinu og fer að blandast inn í það sem kallar grunnrennsli að vetri, þá verður rosalega mikil þynning og hér er dæmi úr Jökulsá Dal, rennsli eykst, þá lækkar leiðni og eins og munið þá er leiðni svona vísbending magn aðalefna í vatni. Og þetta er bara út af því að snjórinn og ísinn er mikið þynnra heldur en það sem er í grunnrennslinu. Það er miklu minna af jónum í því vatni. Sama má sjá hérna í Dragám, þar sem við erum vissulega ekki með eins mikið rennsli og við erum heldur ekki með eins dramatískar breytingar, en þetta er það samt sem við sjáum. Eftir því sem rennsli eykst, þá lækkar þessi leiðni. Og þetta er bara þetta er bara eðlilegt ferli að leiðni og þar með styrkur uppleystra efna er mjög breytilegur í Jökulám og Dragá. En hérna er dæmi Lindá, þetta er sogið, það er bara mjög lítið breytilegt efnainnihald í Lindám vegna þess að það er bara einhvern veginn alltaf nánast sama vatni sem er að streyma inn. Og þetta er bara út af því hvaðan vatn er að koma. Lindá er bara með grunnvatnsrennsli og það er rosalega lítil svona áhrif yfirborðsvatn, þar sem við erum með tærar lindár, eða hreinar lindár þar að segja. Á meðan snjóbráð eða Dragár eru snjómiðlar og jökulár eru snjó og jökulbráð. Þetta hefur allt sín áhrif. Og svo ætlum við að kíkja hérna á tengsl hitastigs og rennslis vegna þess að þetta er mjög ólíkt eftir hvernig típu af ám við erum með. Við sjáum hérna á X-ásnum að þá erum við vatnshita á meðan rennsli er hérna á Öxulánás og við erum aftur með sömu árnar, Jökulsá, Dal, Fellsá og Sog. Og við sjáum að það er tiltölulega gott samband á milli vatnshita og rennslis í Jökulá, almennt í Jökulám en þarna í þessu dæmi Jökulsá Dal. Og nota bene, gögnin eru frá því 98 til 2007. En í Fellsá þá er þetta svolítið svona út allt, þetta er Dragá, snjómiðluð Dragá og við sjáum að mesta rennslið er hérna bara við hitastig sem er lægra en 5 gráður. Og svo er bara, náttúrulega vatnshitinn er ekki tengdur rennslinu í soginu. En þetta hérna, þessi hluti á grafinu hérna Dragárnar, þetta er bara vorlýsingarnar, mesta rennslið er við á vori eða snemmsumars þegar snjórinn er að bráðna og af því þetta er snjór þá helst vatnshitinn frekar lágur. Og ég ætla bara kannski að taka fram að mikið af þessum veiðiám eru Dragár og þetta er bara í rauninni dæmigert fyrir Dragár. Þetta er ekkert einstakt fyrir Fellsá. En svo í framhaldinu langar mig að tala samband vatnshita og súrefnis, af því að súrefni er náttúrulega það sem við þrífumst öll á og fiskarnir líka. Og þessi
þetta graf sýnir vatnshita og samband vatnshita og súrefnismettun í vatni. Þessi mælingar eru úr Þingvallavatni og við sjáum að vatnið er mettað með tilliti til súrefnis í öllum þessum mælingum meira eða minna. Þetta er hérna kringum 100%. En þetta segir ekki alla söguna því að þarna erum við að tala um mettun súrefnis en þegar við förum að skoða magn súrefnis bara í milligrömmum á hverjum lítra að þá sjáum við að magn súrefnis lækkar eftir því sem að vatnshiti hækkar. Og það er af því að leysni súrefnis í vatni minnkar með auknum hita. Og þess vegna, þetta tengist náttúrulega lífríkinu sem er í ánum og eftir því sem að vatnshitin verður alltaf hærri og hærri því meiri minnkun verður á súrefni. Og það getur vel verið að fiskar sem eru komnir hérna kannski dálítið neðarlega í súrefnismagni, þó þessi ennþá kannski mettað, að þeir geta orðið kannski svona aðeins fúlari og slappari og eitthvað þreyttari kannski. En ef við tekum allar þessar upplýsingar kannski pínu saman inn á þetta graf, þá er þetta aftur Fellsá, þetta er Dragá. Við sjáum að þetta er rennsli á móti meðalrennsli í ánni og við sjáum þarna mikla hækkunni rennsli í svona lok apríl, maí og sem heldur áfram út júní og að því að við vitum að þetta vorrennsli það er lágt hitastig á því að þá vitum við líka út af sambandi hitastigs og súrefnis að þetta er kalt súrefnisríkt vatn sem að renna þarna inn. Svo þegar að líður á sumarið og snjórinn hættir að berast inn í farveginn að þá minnkar rennslið og vatnið hlýnar og þar með súrefnisstyrkur. Bara út af tengslum súrefnis og hitastigs og þá getur maður bara, ef ég sitt fiskana sem ég þekki, þeir eru hér, þá getur orðið, sérstaklega í þurrum árum, þar sem er mjög heitt, að þá getur orðið svona erfitt umhverfi fyrir fisk á til dæmis árum eins og var ekki 2023 þegar var rosalegur þurrkur og lítið rennsli. En þetta var það, en rennsli og vatnshiti stjórna ekki öllu í þessu, það er margt annað og mér langaði, ég hef svolítið mikið verið að skoða næringarefni í ám og vötnum og magn ljóstillífandi lífvera, til dæmis stjórnar styrk næringarefna í vatni og næringarefni eru nauðsynleg fyrir þörunga sem að byrja að leið og sól fer að hækka á lofti að vori, þá byrja þörungarnir að blómstra og þeir byrja að éta upp allt næringarefni sem er í boði. Þetta er nítrat aftur Fellsá og þetta er fosfat. Þetta eru aðal næringarefnin sem að svona þörungar þurfa og þeir bara borða þangað til allt er búið í mitt sumar og þá drepast þeir og næringarefnin skila sér aftur inn í vatnakerfið og svo að veturnar þegar ekki nein ljóstillífun og engin upptaka að þá hækkar styrkur næringarefna aftur í ánni. Og þetta er bara beint svar við lífríki og þetta eru þörungar, svo eru smádýr sem éta þörungarna og svo eru það fiskarnir sem éta smádýrin, þannig að þetta helst allt rosalega mikið í hendur. Þannig að ef við tökum þetta saman að vetri er styrkur næringarefna hár í vatni, hann lækkar strax að vori og er lægstur að sumri, byrjar aftur að hækka að hausti og er hæstur að vetri aftur. Og á sama tíma þá þörungastyrkur eða magn þörunga í vatni er þá akkurat öfugt ferli, öfugur ferill miðað við næringarefni. Já, ok. Pínulítið vatnsgæði og stjórnsýslu. Vatnsgæði og vatnafar er eitthvað sem við þurfum að hafa til að hafa gott ástand í ám og vötnum eða í ferskvatni og náttúrulega bara í sjó líka.
Vatnafar, það svo til dæmis rennslishættir, vatnsgæði, það öll þessi efni sem við varum að tala áðan, að það sé ekki of mikið og af alls konar efnum, til dæmis mengandi efnum. En ef við mælum, ef við ætlum að meta ástand vatns, þá þurfum við að hafa góðar hugmyndir vatnafar og vatnsgæði til að geta í rauninni metið aurframburðinn, hitastig og sjóndýpi og framburð uppleystra efna. Og ef að þetta allt í góðu lagi, þá þróast samfélög lífvera og ef allt bara eðlilegt, að þá sjálfbært vistkerfi, bæði í sjó og ferskvatni, ef að þetta allt í einni góðri harmoníu. En ef við förum að fikta í þessum þáttum í vatnafari, förum að breyta ám eða farvegum eða dýpka eða hækka á vatni eða eitthvað svoleiðis, eða við förum að bæta við alls konar efnum í vatnið, bara menga það hreinlega, með alls konar frávitu eða einu eða öðru, þá getum við farið að raska þessu umhverfi. Og þá alveg spurning hvort það geti þrifist samfélög lífvera og þá spurning hvort að vistkerfi getur talist vera sjálfbært. En þetta í rauninni, við erum mjög heppin á Íslandi að við erum með mjög mikið af mjög heilbrigðu vistkerfi og en það ég ætla að segja ykkur frá því, það komin lög númer 36 frá því 2011. Þetta náttúrulega ekki ný lög en þau eru mjög mikið umrædd á þessum tíma eða núna. Þetta lög stjórn vatnamála. Og þetta rammi margar reglugerðir á sviði umhverfismála á Íslandi og Umhverfisstofnun ber ábyrgð á innleiðingu þessara laga sem teygir sig mjög víða í stjórnkerfinu og snertir í rauninni okkur öll. Sko. Og þetta gengur út á það að það að meta vistfræðilegt ástand í vötnum, annaðhvort getur það verið í mjög góðu eða góðu ástandi og það má bara alls ekki fara undir þessa svörtu línu, má ekki fara í gula, appelsínugula eða rauða. Þetta bara reglurnar sem eru þarna, en hvernig vitum við hvort vatnið í lagi og hvenær það ekki í lagi? Og sko til þess að reyna að komast að því að þá höfum við tekið saman mikið af upplýsingum úr náttúrulegum bæði ám og vötnum og við reynum að skilja hvað náttúrulegur breytileiki í, til dæmis þetta fjölbreytileiki hryggleysinga. Þetta fluga, þið sjáu það hérna. Og hér mælingar í ám, þetta mælingar í ám, þetta mælingar í vötnum, í mörgum vötnum, þetta blaðgræna mælingar sem þá indikator fyrir þörunga. Og við reynum bara svona skilja út frá þessum gögnum hvað telst vera náttúrulegu breytileiki. Og náttúrulegt ástand þá þessi blái kassi hérna sem heitir mjög gott ástand og allt sem fellur þá innan þess kassa þá bara náttúrulegt eða mjög gott. Allt sem fer út fyrir þann kassa, þessi kassar eru í rauninni stærri og það eru fleiri, það eru appelsínugulur og rauður líka en það ekki að þessar mynd sýnt. Sama gert hérna með þetta. Hér sjáum við hérna leiðnin sem við vorum að tala Allt sem innan þessa kassa bara í mjög góðu ástandi, en ef að vött fara að lenda hérna uppi eða eitthvað, þá getur það bent til mengunar, efnafræðilegra mengunar. Og næringarefnið nítrat, sama með það, að hér búið að safna saman rosalega mikið af upplýsingum úr því sem við myndum telja náttúruleg straumvött sem ekki undir neinu álagi. Og við reynum að skilja bara, ok, þetta er náttúrulegt ástand og við búum til svona flokkunarkerfi út frá því. Og þau hafa verið birt í nokkrum skýrslum, þessi flokkunarkerfi eða þessi viðmið. Og núna hefur Hafrannsóknastofnun verið að vinna að verkefnum í að meta ástand á vatna og við erum nú þegar búin að fara í 10 ár og vötn og reyna að meta allas að gæðaþætti sem búið að skilgreina og meta það út frá ástandi þeirra. Og þetta er þegar komið og við erum byrjuð
núna á þessum hluta landsins og núna í janúar hófst verkefni sem að heitir Icewater. Þetta verkefni sem Evrópusambandið styrkti og tilgangurinn með því að hraða aðgerðum til að vernda vatn á Íslandi, til dæmis með úrbótum í fráveitu, auka samræmda vöktun í ám og vötnum, árósum, strandsjó og í grunnvatni og bæta stjórnsýslu í kringum vatn og stuðla aukinni fræðslu. Og þess vegna ég nú að tala við ykkur hér. Þannig að ég ætla bara að segja þetta gott og þakka kærlega fyrir mig. Við erum komin aðeins fram yfir en ég ætla að leyfa eina spurningu. Það er kannski það spurning frá mér. Við erum komin í þessa stöðu að á sumrin þetta mikla magn af þörungum. Þeir eru að framleiða súrefni, ekki sant? Hvaða áhrif hefur það á súrefnið í vatninu þegar við erum með förum að framleiðsla af þörungum og Það getur orðið yfirmynda. Þannig að vatni getur aðeins orðið yfirmynda. Og það mælist í rauninni að fer aðeins yfir 100%. Sko. Þannig að súrefnisleysi í íslensku vatnum ekkert endilega algjörn. Nei, sko, þetta með mettunina versus magnið. Okay. Af því að það leysni í vatni, þú getur ekki leyst meira af súrefni í vatni heldur en leysnin segir til Nei. Og það verður þessi mæling pínu yfirmettun og svo afgassast það. Af því að það einhver svona efnaþröskuldur eða svoleiðis sem kemur í veg fyrir svona ég var bara að reyna, það sem ég var að reyna að gera með að tengja þetta súrefni inn var það að útskýra hvers vegna til dæmis í heitum árum, þar sem mikill þurrkur, lítið vatn, að þetta getur orðið kannski ekkert rosalega ákjósanlegt umhverfi fyrir fisk. Bara lífur. Við þökkum Eydísi fyrir. Takk fyrir. Við ætlum að Magnús vill fá að leiðrétta hérna eitthvað. Við leyfum honum það. Já, spurt hvar seiðin væru alið. Ég sagði Fellsmúla, en það ekki alveg alls kostar rétt. Það í Götu og síðan að Galtalæk núna seinni ára, en var alltaf í Fellsmúla. Takk fyrir. Við ætlum að fara aðeins fram og tauja úr ykkur, fá ykkur kaffi og þið ætlaði að ráðast á fyrirlesarana og spyrja þá ennþá frekar. Við verðum hér aftur 12:30.
Já, velkomin aftur. Ég vona að kaffið hafi verið gott. Næst erum við komin hérna með doktor í heimspeki, Áka Jarl, og hann ætlar að segja okkur aðeins erfðafræði og hvernig við nýtum hana við vöktun. Það er formlegur að setja titil, sko. Jæja. Komið blessuð og sæl. Takk fyrir að vera hér. Mér langar bara rétt aðeins að vera með svona stóra yfirsýn yfir erfðafræði, hvað við erum búin að vera að gera með erfðafræði, hvað við sannleika sagt getum rýnt í með henni eins og og hvert getum við farið til framtíðar. Þannig að þau eru búin að sjá svona nokkur góð, mjög vísindarleg, afkastamikil erindi til þessa. Þannig að núna erum við aðeins að fara að skipta stíl og núna verður þetta bara smá súpa af hugarórum aðferðafræði og svona fantasíu. Ég mjög mikill aðdáandi vísindaskaldskaps, þannig að þetta eiginlega bara dálítið þannig. Eins og ég segi, 3 kaflarnir hérna hjá mér í dag. Svona hvað við verið að skoða þegar við segjum erfðagreining, náttúrulega sérstaklega núna með greiningu, arfblendinga og svoleiðis, strókulax og svoleiðis. Við tölum erfðafræði mikið þegar það kemur að laxum og öðrum eldisstofnum, nytjafiskum og svoleiðis. En þetta þýðir náttúrulega dálítið mikið, þú veist, að segja bara erfðafræði. Það er dálítið eins og að segja tölfræði eða vistfræði. Þetta er smá alheimur af aðferðum, hugsunum og ég ætlaði bara aðeins að skilgreina þetta á nokkuð. Og svo að segja svona hvað geta gögnin í alvörunni sagt okkur. Við erum öll með líkön og hugmyndir hvað gögnin geta þýtt í mismunandi aðstöðum, en það eru bara kannski svona stórir hlutir sem aðalega við getum rýnt í með gögnunum eins og þau leggja sig. Og svo svona uppáhaldið mitt og það sem var upprunalega hugmyndin með þessu erindi núna alveg hérna í lokin, hvað ber framtíðin í skauti sér? Hvað erum við að fara að gera og hvernig getum við notað það sem við vitum nú þegar með erfðafræðina til þess að betrumbæta vöktun? Og almennt séð núna, þegar ég byrja hérna, þegar við tölum erfðagreining, tölum erfðafræði, þetta svona dálítið stórt. Við erum, ef þú ferð á Google og slærð inn erfðafræðilabbi eða gaumstofa, rannsóknarstofa, þá ertu eiginlega alltaf með manneskju í svaka búnaði að skoða smásjá, sem alltaf frábært. Maður sér einhver svona mjög listræna DNA-keðju hérna bakvið, já, DNA hérna kannski undir.
Og það er greinilegt að ég ekki nota smásjá nógu mikið í minni vinnu af því þetta eiginlega bara hverja einustu mynd fólk bara mjög vel útbúið að skoða eitthvað í smásjá. Bara því ver og miður ég mjög lítið að fást við svoleiðis tól. En það er ekki alveg eins myndrænt að sitja bara fyrir framan einhverja tölvu og skoða hluti. Þannig að smásjá allavega gefur manni þá vísbendingu að það vísindi í gangi. Og við notum einmitt svona nokkur íkons, nokkra myndir sem segir okkur og þetta alvöru vísindi sko. Það verið að rýna í eitthvað. Ekki sérstaklega skemmtilegt sko að vera með öryggisgleru að skoða í smásjá meðan einhver að hella vökva þarna algjörlega berskjölduð. Allavega. Náttúrulega við höfum öll, kannski þið aðalega, ég ekki veiðimaður, ég ekki mikill laxmaður, en ég vill verða til lengdar. Þannig að við höfum áhuga á fyrst og fremst dýrinu. Og það sem við reynum nú að skoða er þessi sameind við erfðafræðingar. Var þetta ekki flott? Þetta var alveg sko, toppurinn hjá mér var PowerPoint 2005 sko, það hefur aldrei verið betra. En við erum alltaf að skoða þessar sameindir og einhvern veginn þarf að tengja hvað að gerast með dýrinu við hvað að gerast í sameindinni. Og jafnvel til framtíðar hvað að gerast í umhverfinu. Hvernig hugsum við sameind yfir í dýr, yfir í stofn, yfir í umhverfi, af því að auðvitað þetta allt að tengjast og hafa áhrif á hvort annað af einhvern hátt. Þegar stökkbreyting á sér stað í DNA sem hefur kannski áhrif á hvernig eitthvað prótín myndast, sem hefur kannski áhrif á hvernig einhver fiskur hagar sér eða lítur út, sem hefur þá kannski einhver áhrif á stofninn, sem breytir kannski hvernig stofninn hagar sér og hefur þá áhrif á umhverfið. Þannig að þetta, og svo náttúrulega, við erum kannski vanar að hugsa það að þegar umhverfið breytist, þá breytist eitthvað í stofninum sem breytir því hvernig dýrin haga sér, sem verður þá til að mynda að við sjáum einhverja breytingu í hlutfalli af erfðaefninu sem við sjáum þegar við tökum mælingar. Og þetta erfðaefni sem við erum að tala hvernig lítur þetta út oftast nær? Hvað erum við að skoða? Af því oftast sem við erum að tala þegar við tölum erfðagreiningar bara einhver svona smá veggur af kjarnsýrum. Þetta eru sem sagt, þetta eru ekki raðir því miður úr löxum, en þetta eru svona nokkrar DNA-raðir. Þetta var raðgreint úr sýnum. Hver og ein röð er einstaklingur. Og þetta segir okkur kannski ekki sérstaklega mikið til að byrja með. En við byrjum að rýna í hvar eru mismunir. Hversu mikil fjölbreytni í DNA-inu. Og þetta svona smá þemi eins og Eydís var að tala sko, hvað fjölbreytnin sem náttúrulega á sér stað í vissum umhverfum. Hvernig skilgreinum við hana? Tap á fjölbreytni eitthvað sem við getum mælt almennilega séð? Og hvað þýðir það þegar við erum að mæla tap á fjölbreytni í DNA-kóða? Og ég segi DNA því að við notum oftast bara almenna DNA, þetta náttúrulega upprunalega íslenska skammstöfunin DKS, deoxyribokjarnsýra, en ég held að allir séu núna orðnir frekar sjóaðir í enskunni, þannig að DNA svona almennt séð það sem fólk skilur. En það sem við sjáum í svona gögnum og fólk eins og ég sem að rýna í erfðafræðigögnin, það oftast bara að leita að því sem öðruvísi. Það náttúrulega alveg fullt af stöðum eins og það sem engin fjölbreytni. Og auðvitað það líka áhugavert. Af hverju eru staðir þar sem engin fjölbreytni? Af hverju ekkert að breytast þar? Þetta mjög mikilvægt? Þannig að ef það kæmi eitthvað upp þarna væri það þess virði að skoða betur. En það sem við höfum einblínt heilmikið á eru svona vissar samsætur, viss stæði í erfðamenginu. Það sem við sjáum kannski að stundum ein kjarnsýra og stundum önnur. Og kannski það marktækt miðað við hvað við viljum vita. Til dæmis norski laxinn bara með A og íslenski bara með T, getur það verið? Eða kannski það ekki alveg svo einfalt. Stundum sumir með T, sumir með C og það virðist ekki skipta máli hvaðan þeir eru. Það bara einhver fjölbreytni sem bara við skiljum ekki nógu vel af hvernig þarna þessi staðar. Og stundum sjáum við talsvert mikið af fjölbreytni á vissum stöðum. Kannski eru fleiri en 2 kjarnsýrur á einum stað í erfðamenginu. Og aftur, það gagnlegar upplýsingar? Það eitthvað sem við rýnum í frekar? Eða það bara of flókið til að hugsa frekar Við þurfum bara að vita nákvæmlega í hvað í þessari á. Við höfum ekki tíma að fara í þessa fjölbreytni.
hvað við getum rýnt í úr henni, þannig að við kannski bara sleppum því að skoða það sem of fjölbreytilegt. Þannig að oft eru erfðafræðigögnin sem við erum að nota búin að fara í gegnum svona margar síur. Þannig að við skoðum bara þær sætur í erfðamenginu sem eru fjölbreyttar en ekki of fjölbreyttar og við höfum ekki áhuga þeim sætum sem hafa svona einstaka sinnum einhvern fjölbreytileika en kannski ekki nógu oft til þess að það sé marktækt. Og heilmikið af þessum grundvallar upplýsingum sem við erum með eru náttúrulega utanfrá. Við náttúrulega vitum heilmikið erfðamengi laxins frá Noregi, en við vitum kannski tiltölulega minna erfðamengi laxins hér á landi. Og ég mun tala meira munin hérna á erðum og erfðaefni og erfðamengjum hérna á eftir. En þetta allt svona skali af upplýsingum sem við erum að tala Og oft náttúrulega erum við að tala mikla stigmögnun sem hefur átt sér stað þegar við erum að tala erfðafræðinga og hvað þau geta sagt okkur. Og einmitt, hvað þessi gögn geta sagt okkur? Oftast það sem við erum að tala núna bara ætterni. Þessi lax að eignast þessi seiði? Hvernig getum við rakið ættartengslin og sérstaklega getum við rakið þau að einhverjum sleppingum eða þetta norðri eða suðri? Þetta kannski svona aðaldæmið. Og við erum náttúrulega dálítið mikið að einblína á svona smá, bara aðferðafræði sem hefur verið algeng í glæpamálum og sakamálum og getur verið dálítið spennandi að reyna að leysa úr einhverjum ráðgrátum. Hvað getum við séð úr þessu, sko? Hver var sökudólgurinn? Og það náttúrulega kemur með alls konar spennandi niðurstöðum. Það hægt að byrja að tala hvar svona eru helstu arfgerðir, helsta samansetningin af þessum kjarnsýrum. Hún að tíðkast að sunnan? Hún að tíðkast að norðan? Þetta mögulega út frá Evrópu? Ég að vitna bara hérna í mynd frá grein sem kom út 2014 sem að notast við mjög spes tegund af erfðafræðigögnum sem eru sem sagt ekki byggt á því hvort að einhver ein kjarnsýra þarna eða ekki, heldur hversu langur búturinn er. Þegar stundum eru bara svona endurtekningar í DNA-inu og það rennur inn ein önnur endurtekning, þannig að búturinn lengist og búturinn styttist. Og við erum með alls konar líkunum hversu oft það á að gerast eða á ekki gerast. En svona núna helst, hvað ber framtíðin í skauti sér? Við erum náttúrulega að tala svona heilmikið einstaklingssnippa, það eru oft kallaðir. Það önnur svona önskusletta, single nucleotide polymorphism, einhver ein samsæta hérna sem breytileg, sem við einblínum á. Og þetta getur verið í einhverju erfðaefni, í einhverju geni sem getur verið mikilvægt. Eða það getur verið einhvers staðar á milli gena. Þannig að kannski ekki sérstaklega mikilvægt, en ef það breytilegt þá gefur það okkur upplýsingar. En við getum byrjað að setja það aðeins í samhengi, að við vitum nógu mikið hvernig DNA og prótín tengjast, að við getum byrjað að setja þetta í svona eitthvert hverfi. Svona, þessi genabúti hér tilheyrir einhverju geni, einhverju erfðaefni sem tengt meltun á fitu. Flott, við vitum það, þetta kannski mikilvægt. Og svo getum við byrjað að tengja það við einhvern litning. Litningar bara samansafnið af öllu erfðaefninu í svona stóran bút sem myndast þegar fruman að fara að skipta sér. Og ef einhver tvö gen eru nálægt hver öðru, þá breytast þau oft saman. Þannig allt í einu komið með svona tengsl á milli vissa búta og hvort eru mikilvægir eða ekki. Og auðvitað, allir þessi fjölbreytileiki getur náttúrulega átt sér stað reglulega. Við höfum kannski heyrt stökkbreytt í tíðni og þegar eitthvað breytist í DNA-inu, það er bara eitthvað A verður að T allt í einu. Kannski fékkstu svaka geislun þegar þú varst að heimsækja Tjernobyl og allt með einhverja smá breytingu eða eitthvað skordýr sem varð fyrir einhverjum erða eða geislaáhrifum beitig og núna DNA að fara að breytast. En málið að þessar litlu breytingar gerast allstaðar í öllum frumum alltaf og það endalaust verið að leiðrétta þær í líkama. Þannig að við þurfum bara að leita þeim breytingum sem ekki bara eiga sér stað, heldur verða nógu algengar innan líkama á dýri að við getum mælt þær þegar við ræðgreinum. Og svo verður það að vera nógu algengar í einhverjum stofni til þess að veita einhverjar upplýsingar. Að því náttúrulega lífið breytist endalaust. Það alltaf einhverjar nýja breytingar eiga sér stað í erfðaefnum. Og hvort þetta verður mikilvægar breytingar eða ekki erfitt að segja En kannski sjáum við allt í einu einhverjar smá breytingar hér sem eru orðnar algengar í einu vatni
hvort það sé bundið aðlögun að aðstæðum eða handahófi. Það eru alls konar líkön sem við getum byrjað að bera saman við til að rýna í hvort það sé mikilvægt eða ekki. Og til þess að geta verið með svona einhverjar rökstuðning og reyna að raunhafa hvort það sé mikilvægt eða ekki, þá þurfum við heilmikið af grundvallarupplýsingum. Og sérstaklega þá að reyna að setja það í samhengi við erfðamengið eins og það leggur sig. Þannig að erfðamengið sem sagt allt erfðaefni innan í lífveru. Og þetta eitt af því sem hefur verið mikið gerst með mannerðafræði náttúrulega, að skilgreina allt erfðamengi mannsins. Íslenska erfðagreiningin náttúrulega búin að vera að auglýsa sig vel með það, að það bara allt erfðamengi komið og núna geta þið bara fyllt inn, ef þú bara tekur nokkrar samsætur þá bara veistu hvernig erfðamengi leggur sig. Og kannski fyrir rest getum við gert svoleiðis með lax og aðra fiska. En það sem við getum líka gert er kannski að finna þá búta sem eru með mikilvæga fjölbreytni, eitthvað sem er áhugavert til að fylgjast betur með. Og kannski að því að við öll erum endalaust að gefa af okkur frumur, litla lífbúta, DNA. Við erum endalaust að skilja eftir okkur DNA hvar sem við erum í umhverfinu. Og núna eru sum mælieiningar og mæligræður orðnar nógu góðar. Við getum byrjað að festa og raðgreina þessa litlu búta sem við finnum í umhverfinu. Þannig að eru mögulega einhverjir bútar sem við getum byrjað að vakta í vötnunum sem segir okkur til bæði hvaða tegund hefur verið þar og mögulega líka var þetta íslenskur lax eða var þetta kannski eldislax. Þannig að til framtíðar, því meira sem við vitum almennt séð breytileikan á milli íslenskra stofna og norska eldislaxa og bara almennt séð arkitekturinn í erfðamenginu, það getum við byrjað að finna betur upplýsingaríka búta. Og til lengdar verðum við kannski með einhver tæki og tól, líkt og tricorder í Star Trek. Við getum bara byrjað að skanna einhver vötn og sagt bara, já, heyrðu, hérna er þessi og hinn, þetta er fiskur sem er þaðan eða annar staðar. Og þetta er náttúrulega vísindaskáldskapur sem hefur verið í hugmyndafluginu lengi vel. En þetta er að hluta til orðið að veruleika. Það eru mælitæki sem hægt er að setja út í sjó til dæmis, sem eru að leita að vissum bútum og geta gefið merki þegar bútur finnst í gegnum sendingar. Þannig að hugmyndin er að fyrir rest getum við kannski komið fyrir tækjum sem eru að vakta vötn og þegar eitthvað finnst geti sendt upplýsingar það. Til dæmis væri kannski hægt að koma einhverju fyrir í myndagildru að þegar einhver fiskur sést að taka sýni úr vatninu. Þá ekki nóg með það, vitum við hvernig fiskurinn lítur út, við erum með svipgerð, við erum þá kannski einnig með hugmyndum hvaða erfðaefni er inn í þessum fiski sem við sjáum. Og sérstaklega þá að við sjáum nokkra í einu, hvaða fjölbreytileika sjáum við í vatninu, rétt eftir að þau eru farnir framhjá. Þannig að fyrir rest þá getum við byrjað að skoða vonandi heilmikið í einu í hver skipti sem við fáum eina mynd af fisk. Og ég ætla bara að stoppa þetta þar og gefa nóg tækifæri fyrir spurningar ef það er einhverjar og bara þakka ykkur kærlega fyrir. Þakka kærlega fyrir og það er tími fyrir spurningar. Einhver sem vil spyrja Áka að einhverju? Má vera vísindaskáldskapur líka, sko. Það er hugaróra hvað hægt að gera. Anders Ein hérna bara. Já. Það Arnar Ingvarsson ég langar bara þess að vita, ég segi að þetta ekki komin neitt mjög langt með þetta, en þið tali bara norska laxinn. Erum við ekki að sjá líka þessa habit sem nú stundu hérna. Getum við ekki að sjá hana líka ef hún að koma í ár sem hann á ekki verið í. Mikið af þessum upplýsingum reiðir á að við séum með einhvern viðmiðunargrunn. Þannig að einmitt, ef við erum með vitneskju hvaða erfðaefni í mismunandi tegundum, í hver skipti sem við tökum einhvern svona bút og bara berum saman eins og flettum því bara upp í bókasafninu. Hver er með þessa röð? Var það þessi tegund, önnur tegund?
En vandamálið er náttúrulega ef það hefur aldrei verið aðgreint úr einhverjum tegundum og það bara er ekki til í gagnasafninu, þá er hættan að við bara byrjum að skilgreina að heyrðu, já, þetta er bara víst eitthvað algengt DNA sem er kannski út frá þessum. Þannig við verðum að byggja upp gagnagrunn svo að við getum vitað fyrir víst. Við vitum að þessi röð er frá þessari tegund. Þannig að þegar við byrjum að sjá það, þá er náttúrulega óendanlegu möguleiki að byrja að skilgreina hvað gæti verið þarna. Veit það að hafa tekið, sko, það eru lifa netaviðar, að hafa tekið, sko, buggi og eitthvað, þetta sem þurfti að taka til og sendi líka. Og kom bara að skilaboð að heyrðu þið að veiða laxi sem við erum að sleppa í næstu ár. Þannig þið eru þá grein að koma verkfæri til þess að meta þetta. Ertu með athugasemdir um þetta? Það er hægt að greina ábyrgðarlaxi og fiskli. Ef það var tekið fiskisýni, þá er ábyrgðarlaxinn styttra. Náttúrulegur lax yfirleitt 2 til 5 ár í ferskvatni. Ábyrgðarlaxinn bara 1 ár í eldstöðinni. Ég er bara að spyrja þess að því að við erum alltaf eiga við kerfið okkar, sko, sjálf. Við erum kannski því vestir, svo segjum við endur að norski laxinn koma og gera það saman. Hversu mikið getum við sagt þetta er það sem við erum sett Íslandingar gera sjálfir, segjum íslensk lax og svo sleppur eitthvað út úr búrum sem er bara mikið minna og það segjum við norski lax. Þetta er einmitt það, við þurfum að vita nákvæmlega með góðum grunni hversu mikil fjölbreytni er til innan Íslands. Já, og þetta er partur af genasafninu sem þarf að byggjast upp af því að þó að við höfum einblínt dálítið mikið á vissa staði í erfðamenginu sem einmitt eru skilgreindir oftast frá rannsóknum hjá norskum laxi en líka frá Kanada og öðrum stöðum, þá eru bara viss sæti sem eru sagt, heyrðu, þetta eru mikilvæg, við skoðum þau. Og við bara byggjum mikið af okkar grundvallar þekkingum fjölbreytni út frá þeim sætum. Af því að við erum ekki komin með það en munum fyrir vest, í samfæðurum, vera með mjög góð viðmunar erfðamengi hérna. Og við getum byrjað að skilgreina hvort að þessar samsætur, þessar slóðir innan erfðamengisins, sem eru upplýsingaríkjar af vissum kerfum, séu jafn upplýsingaríkar hér. Og þetta er það sem við þurfum einmitt að halda mjög vel utanum, er að hafa gagnagrunn af allir þeirri fjölbreytni sem er mögulega til hér og við vitum ekki af ennþá. Til þess einmitt að vera í samræmi við upplýsingar frá hreifstri, svipgerð, umhverfi. Þetta þarf alltaf að halda þessi í hendur af því að erfðafræði eitt og sér er eiginlega gagnslaust. Þetta verður að haldast í hendur við fullt af öðrum upplýsingum til þess að setja þetta í rétt samhengi. Já, ég er samanlega þessu. Þetta snýst náttúrulega peninga sem mitt í það. En við höfum það sjálf gengið illa hérna og sleppt hverju sem er. Hérna laxinu hér út allt. Það er eftir að því það í ljós núna. Já, það er náttúrulega von. Ég get ekki fullyrt, en það er náttúrulega vonin. Að ef það er í alvörunni fjölbreytileiki innan Íslands og einmitt að það er sögu hægt að rekja úr þeim upplýsingum að því meira sem við vitum fjölbreytileikann í erfðamenginu að mögulega verður það bara auðgert. Já, jú, það kemur oft upp, sko. Við verðum að halda áfram. Takk kærlega fyrir að við. Það er komið að síðasta fyrirlesaranum og hann er fenginn utan Hafrannsóknastofnunar. Við viljum að biðja Árna Kristmundsson frá Keldum að segja okkur aðeins sjúkdómastöðu íslenskra ferskvatnsfiska. Er bendill hérna einhvers staðar að? Já, komið sæl. Ég er búinn að lifa og hrærast í fisksjúkdómum síðastliðin 30 ár. En ég er hins vegar einnig búinn að vera áhugamaður stangveiði síðan ég man eftir mér.
Og þegar ég var beðinn að halda þetta erindi sem ég þakka fyrir boðið og allt það, þá velti ég fyrir mér hversu mikinn áhuga veiðimenn hafa á sjúkdómum yfir höfuð. Þetta beinlínis ekki svona jákvæðar kannski nálguna á það, en einhvern veginn segir hér hingað er ég kominn. Og ég velti fyrir mér hvaða efnistök ég ætti að hafa. Og ég ákvað að taka svona stærri verkefni sem hafa verið í gegnum tíðina hjá okkur á Keldum og oft í samstarfi við Hafró og áður Veiðimálastofnun. Og ég ætla að taka fyrir þarna 4 sjúkdóma og fara aðeins í gegnum það. Nú ef tími gefst þá ég með alls konar kvikindi sem ég geti sýnt ykkur. Ok, almennt sjúkdóma. Sjúkdómar í fiskum eru bara að sama meiði og í öllum öðrum dýrum. Það eru veirur, bakteríur, sveppir, enfrumungar og fjölfrumungar og þeir geta líka verið umhverfistengdir og næringartengdir og erfðatengdir, en hér er umræðu efni smitsjúkdómar. Nýrnaveiki er eitthvað sem vafalaust margir hafa heyrt. Hún greindist fyrst á Íslandi 68 og þetta er bakteríusýking, mjög sérstök baktería, Rhinobacterium salmonarum, sem fer inn í frumur líka og hún smitast milli fiska, hún smitast líka með hrognum milli kynslóða. Nú allar tegundir laxfiska eru næmar, bæði í ferskvatni og sjó. Það engin dæmi sjúkdómsfaraldra í villtum fiski hér á Íslandi, en það eru þekktir faraldrar erlendis og fyrsta greining af sjúkdómnum í kringum 1930 var einmitt í villtum laxfiskastofnum í Skotlandi, Spey og Dee. En þetta hefur verið vandamál í fiskeldi alla tíð og er enn. Þetta er hægfara eða krónísk sýking og afföllin er mjög breytileg. En það eru engin bóluefni gegn þessari veiru og engin meðferð, þannig að flækir málið. Þetta er kannski ein svona sjúkdómsmyndin. Það verður þaninn kviður vegna vökvasöfnunar og sem sagt hömlun á saltbúskap fisksins. Nú hérna sjáum við eðlilegt nýra og svo er þetta nýrnaveiki nýra, það myndar svona bólgum hnúðar út allt og það margfaldast í stærð. Og svo eru þetta bakteríurnar sjálfar, flúrlitaðar, bara svona til að sýna ykkur þetta. Nú ég að taka fyrir 2 rannsóknir, annars vegar gamla rannsókn sem að Veiðimálastofnun tók þátt í ásamt Höllu Jónsdóttur og fleirum á Keldum fyrir mína tíð. En markmiðið var bara að kanna útbreiðslu þessara bakteríu í villtum silungi og það voru teknar bleikjur úr 22 stöðuvötnum og 9 stöðuvötnum urriði. Og þetta voru allt einhver 900 fiskar og það kom í ljós að smitt greindist í öllum þessum vötnum sem þið sjáið þarna. Svolítið mismunandi. Það var svona bilinu 300 í bleikinu og í urriðanum 6 til 80 og þetta segir okkur ósköp einfaldlega það að þessi baktería er landlæg í Íslandi. Það líka alltaf lægi, sko. En þú veist, þetta gæti farið meira upp á mótum, þetta líka farið niður. Já, ok. Hvað er það? Þetta sagði okkur það að þessi baktería er mjög algeng í íslenskum laxfiskum en hins vegar hér einkennilegt smitt að ræða í öllum tilfellum allavega í þessari rannsókn og það sýndi enginn þessara fiska sjúkdómseinkenni. Við gerðum síðan rannsóknir 2018-19
í bleikju og urriða og það var sjógenginn fiskur og þetta tengdist Nýrnavík faraldri sem var á Vestfjörðum, annars vegar í Seyðarstöðum og hins vegar í sjókvíaeldi. Og í fyrsta lagi langaði okkur að rannsaka uppruna smits í þessum landeldisstöðum, Seyðarstöðunum og svo að kanna hvort Nýrnavíkin í eldisskjölum hefði áhrif á laxfiska í nágrenni kvíana. Og við tókum sýni úr lækjum í botni Tálknafjarðar sem að tengjast í rauninni einni eldisstöðinni og þeir tóku inn vatn að einhverju marki inn í eldisstöðu á ákveðnum tímapunkti og það var ekkert vitað hvort að fiskar væru smitaðir. Mig grunaði að það væri nú einhverjar lækjalontur þarna sem að reyndist vera. Nú síðan tókum við bara sjóbleikju og sjóbirting í Patreksfirði og Tálknafirði. Og það sem kom í ljós að tíðnin í þessum villtu fiskum var bara mjög lág. Þið sjáið þessar tölur hér, þetta er PCR annars vegar og þetta er mótefnapróf hins vegar. PCR greinir erfðaefni eins og hann kom inn á hér áður og ELISA greinir í rauninni mótefna eða prótein sem bakterían seytir. Þannig að það segir allavega að þessi fiskur var smitaður á einhverjum tímapunkti og fiskurinn losa sig ekki við þessi prótein 1, 2, 3. Þannig að það má eiginlega álykta út frá þessu að þessi sjúkdómsfaraldur þarna í Tálknafirði virtist ekki hafa nein áhrif á þá fiska sem að þar voru svamlandi í kring. Síðan er það uppáhalds kvikindi mitt sem er sníkjudýr sem að við hér í sameiningu fundum árið 2008, ég og fleiri og fólk á veiðimannastofnun. Þetta orsakavaldurinn er smátt sníkjudýr, Tetracapsulitis bryosalmonella og þetta er 2 hýsla kvikindi og það er allar tegundir næmar en bleikjan virðist sérlega næm. En þetta er mjög vaxandi vandamál í villtum stofnum laxfiska og ástæðan er ósköp einfaldlega sú að þessi sjúkdómar, þú getur verið með smit eða fiskurinn getur verið með smit en sjúkdómi myndast ekki fyrir að vatnshiti nær ákveðnum hæðum. Sýkin leggst harðast á yngstu árgangunum og ástæðan fyrir því er sú að þeir eldri sem að hafa smitast áður, þeir mynda ákveðið þol. Nú nýra þrútnar og verður alveg 10-falda stærð og veldur verulegum skemmdum á nýrnaði og eins og ég greindi frá þá var þetta greint hér 2008. Hérna er bleikja úr Elliðavatni, annars vegar smituð og hins vegar eðlileg og þetta er urriðaseiði 5 cm. Þið sjáið annars vegar mjög bólgið nýra hérna og svo sjáið þið kviðin hérna sem er eitt einkenni sjúkdómsins að kviðurinn verður þaninn. Og þetta er kvikindið sjálft, sem sagt litað erfðaefni með in situ hybridization sem við köllum. Nú, markmiðið var bara að kanna útbreiðslu smits og sjúkdóms á tveimur mismunandi tímum. Við áttum sýni frá 94 til 98 úr gamalli rannsókn í Frysti sem að reyndist okkur afskaplega verðmætt og ef við tökum niðurstöður hér, þetta voru 265 bleikjur og 107 urriðar og 18 vötn og það greindist sjúkdómur, þar segja Tetracapsulitis positív, það er bara smitt, PKD er hins vegar sjúkdómur. Þannig að smitt greindist í það bil, hvað er það? Einhverjum 40% af vötnunum, en síðan var bara 1 fiskur í Vífilsstaðavatni sem sýndi einhver einkenni sjúkdóms. Það var svolítið mikið önnur staða á árunum 2009 til 2017. Þar eru basically smitaðir fiskar í nánast öllum þessum 23 vötnum
og þetta ansi stórt úrtak og þess má geta að, þá getum við álykta sem svo að á árunum 94-98 það var grundvöllur fyrir smitt en sjúkdómur mjög fátíður. En hins vegar þessum árum seinna með hækkandi vatnshita þá grundvöllurinn að sjálfsögðu til staðar en sjúkdómurinn er einnig mjög algengur. Nú þessi talandi þessi 2 vötn sem að voru neikvæð fyrir kvikindinu, það annars vegar Höfðavatn sem bara of salt. Það þrífast ekki millihíslarnir í þessu vatni og svo Hvítárvatn sem of kalt. Þannig að basically í raun þá voru öll vötn smitu sem að mögulega höfðu forsendur til þess að hafa. Næsta það sem að fær þetta skrýtna heiti gervitálknaveiki, heitir parvicapsulosis á enskunni. Nú þetta sníkjudýr líka með 2 histla. Þetta sýkir svokölluð gervitálkn í laxfiskum í sjó bara og veldur afföllum í kvíalaxi. Þau eru mismikil en allt frá því að vera lítilsháttar og upp í 40%. Það veldur bólgu og vefjadrepi í gervitálknum og blindu og hegðunarbreytingum. Nú frá smiti að sjúkdómi líða sirka 6 mánuðir. Nú talsverður hluti nær sér af smiti en þetta fylgir oft öðrum sjúkdómsvöldum því að þegar margir sjúkdómsvaldar eru í sama fiski þá magnaðir upp hvor annan því þetta einfaldlega stressar fiskinu. Þetta mjög þekktur, þetta búið að vera þekktur sjúkdómur í Noregi síðan 2000 en greindist fyrst hérna á Íslandi 2019. Nú þetta eru eðlileg gervitálkn. Þetta eru gervitálkn með, það eru bólgu og skán hérna utan á. Það kemur líka blæðingi í auga sem að orsakast af því að gervitálknin hafa hlutverk í blóðþrýstingi til augans og einhverja fleiri óþekkt hlutverk í raun. Hérna þessi svokölluðu gervitálkn, þetta eru normal gervitálkn, við sjáum hvað þetta reglur allt saman. Þetta hins vegar alveg gjörsamlega handónýtt og ef við tökum þetta á aðeins á stærri skala þá sjáum við þetta hérna eru allt saman sníkjudýrsins sem eru búin að gjörsamlega eyðileggja þennan vef. Nú, verkefni, við erum enn í þessu verkefni, við erum reyndar komin svolítið í aðra nálgun. Hvað sem því lífið þá var sem sagt markmið að kanna útbreiðsluna hér eftir að þetta greindist fyrst, bæði í villtum fiski og eldisfiski og einnig mögulega áhrif á villta laxfiska sem að því að þetta magnast í sjókvíaeldinu sko. Og hér tökum við eldisfiskinn og hann var allavega að sjá þetta. Það var sem sagt mjög há tíðni í sjókvíaeldinu á bæði austur og vestfjörðum allt að slaga hátt í 100%. Eiginlega smitast meira með öll seiði fyrst eftir að þau koma í kvíar. En þetta var sláturlax þannig að hann búinn að ganga í gegnum kannski ítrekkaðar sýkingar og þess vegna náði þetta nú ekki alveg 100%. Síðan tókum við regnboga sem var í eldi hérna í Ísafjarðardjúpi og hann var allur smitfrýr. Síðan tókum við bleikju og regnboga í landeldisstöð og það kom nú ekki óvart að það væri neikvætt því að smithæf gróf komast ekki frá millihýsli inn í eldisstöð. Villti fiskurinn var almennt bara mjög lítið smitaður. Þetta var svona, frá svona mikið 4%, 1% þarna á einhverju stað, 5%, 3%, en það kannski þeir skutur fyrir Önundarfjörður sem að reyndar eru bæði firðir sem að
ekkert eldeyri, hvað það, þar var hæsta tíðnin, en allt voru þetta væg smitt. Þannig að þetta ekki algengt í íslenskum villtum fiskum og það eiginlega ólíkt því sem gerist í Noregi, sko, því að þar hafa þeir verið að greina til hárri tíðni í villtum fiski, einhverju hluta vegna. Þá það veirusýkingin, PRV, Pisking orthoreovirus, þetta veira sem getur valdið hjarta- og vöðvabólgu. Sjúkdómurinn búinn að vera þekktur síðan 2000, en veirunni eða orsakavaldi var ekki lýst fyrir 2010 og greindist á Íslandi fljótlega eftir það. Afföll eru mismikil, tengjast oft umhverfisaðstæðum, vondar umhverfisaðstæður, magna upp einkennalaust smit í fiski og eins og þarna stendur þá einkennalaust smit mjög algengt bæði í ferskvatn og sjó. Það eru 3 megingerðir, PRV 1, 2 og 3 kemur aðeins betur inn á þá eftir. Þetta hérna eðlilegt hjarta og þetta eðlilegur vöðvi. Ef við berum saman þá sjáum við hér hjarta sem bara stútfullt af bólgu og vefjadrepi. Og einnig rauði vöðvinn hérna, þið sjáið að hér bara bólga og vefjadrep. Þannig að þetta getur valdið umtalsverðum vefjaskemmdum og leiðir hreinlega bara til hjartabilunar og hringrásartruflana sem drepur fisk. Rannsókn hefur verið í gangi núna, var fyrst 2015-17, það var MS-verkefni, þar voru sjógönguseiði og bæði eldislax og lax af villtum uppruna og kvíafiskur í eldi og villtur klakklax. Og það sem kannski áhugavert í þessu, það kom ekki á óvart að í áframeldinni í kvíunum var þetta 90 til 5-100%, en það líka athyglisvert að seiði víða, til dæmis seiði hérna úr Rangánum, þau voru 100% smituð og klakfiskurinn 95%. Seiði í Blandaðaráir í Borgarfirði voru með 93% smitt, Miðá í Dölum 100%, en síðan kemur Norðurlandið sem bara allt önnur mynd, miklu lægra. En þess bara geta að almennt séð var smitt lágt nema í habitafisk í Ytri Rangá og Hafnará, þar sem að smitið í seiðunum var bara umtalsvert og myndi flokkast sem talsvert eða mikið. Og þá fer maður að velta því fyrir sér, þetta ein ástæða fyrir litlum og lélugum endurheimtum í til dæmis Rangánum eða habitarám almennt? Það erfitt að segja til það. En svo ný rannsókn í gangi núna sem styrkt af Matvælasjóði, þar sem við erum að taka lax, urrið og bleikju í eldi og í vötnum og ám. Og fyrstu niðurstöður benda til þess að PRV sem fyrr algengt í sjókvöngu sem villtra laxa og það afbrigði PRV 1A. Og síðan hefur við greint PRV bæði í bleikju og urriða, nokkur á vatna. Og þetta önnur afbrigði, það PRV 3 í urriða og svo bara hreinlega nýtt afbrigði í bleikjunni sem líkist PRV 2, en þess bara geta að við á Keldum greindum PRV í bleikju í fyrsta skipti í heiminum. Og þetta orðið algengt og hefur vafalaust alltaf verið algengt í eldinu líka, sko. Þið þekkið þetta, bara, þú veist, ég fæ alltaf spurningar þetta, nú veit ég ekki hvað tíma ég hef, en þetta bara ormasýktur fiskur, hreinsið þetta drast bara og étið fiskinn, ekkert vera að hugsa þetta, sko. Þetta hins vegar ekkert rosalega listugt að sjá og þetta getur valdið því að þeir eru horaðir og þá ekki spennandi, en það verður samvöxtur á líffærum og maginn hreinlega bara rúmar ekki fæðu. Þetta var mjög sérstakt tilfelli sem var á árunum 2007-08. Það var svolítið gotraðablæðing, lengi vel vissi enginn hver fjandinn þetta væri. En þetta var úr þessum pínlitla bita hérna náði ég 300
hringormum. Þannig að við brugðum á það ráð að senda smá tilkynningu til veiðimanna og veiðifélaga að ekki borða hráan fisk, sérstaklega ekki góðdrögina, sko. Og síðan er það náttúrulega bara lúsin og tálknalúsin. Ég veit ekki, þið hafa sjálfsagt séð fisk með tálknalús sem er horaður. Þetta hefur áhrif, steinsugan. Nú síðan er það Kílavíki bróðir og svo framvegis. Ég er náttúrulega alveg ógrynast nýkitýrum, sko. En svona almennt er heilsufar villtra íslenska laxfiska gott. Sjúkdómar eru náttúrulega bara hluti af náttúrulegum afföllum allra dýra, hvort sem það eru fiskar eða eitthvað annað, og hafa að einhverju marki áhrif á stofnstærð fiska. Það bara make a sense. Ég meina það þarf ekki doktor til að segja það. En það er rétt að ítreka það vegna þess að það er mjög algengur misskilningur að smit sé endilega sjúkdómur. En einkennileg smit er mjög algengt og verður ekkert endilega sjúkdómur. Hitt er annað að svona við venjulegar og eðlilegar aðstæður þá er ég að tala um villt umhverfi, þá er ákveðið jafnvægi milli hýsils og sýkils og það eru almennt svona, ég myndi segja, eðlileg náttúrulega afföll að söka sjúkdóma, en röskun á því jafnvægi getur leitt til sjúkdómsfaraldra og þá má setja það í samband við global warming eða sem sagt veðurfarsbreytingar. Og bara eitt dæmi um það er PKD-nýrnasýkin sem að augljóslega hefur vaxið að umfangi hér. Það eru margir sem hafa styrkt þetta, Rannís, Umhverfissjóður, Sjókvíaeldis, Matvælasjóður, Orkuveitusjóður, Umhverfisráð Reykjavíkurborgar. Ég færi góða þakkir til samstarfsfólks og Keldum og samstarfsfólk á Hafró og Veiðimálastofnun hér áður og Matvælastofnun einkum Gísla Jónssonar. Ég þakka fyrir. Við þakkum Árna kærlega fyrir uppörvandi fyrirlestur. En eru spurningar? Haldið var á veður, þetta er aftur leið. Artur? Já, mér langar aðeins að ekki beint spurning heldur ég tek getið núna í að minnsta kosti 3 síðustu fyrirlestrunum hjá henni Eydísi Áka og svo þér að þið eru að vitna í gamla rannsóknir. Er það vegna þess að það er að nískast með pening í rannsóknir á þessum málum eða hvernig stendur á þessu? Já, þetta er góð spurning, sko. Ég ákvað nú að, sko, Sundarinn er náttúrulega ekkert gamla rannsóknir í sjálfu sér. Nei, þú þarf að skapta. Nei, en hitt er annað og það þekkja bæði við og hér fólk á Hafró að vöktunarverkefni sem eru náttúrulega í rauninni afskaplega mikilvæg. Það er óbúslega erfitt að fá pening í slíkt. Ef þú ætlar að sjá einhverja heildarmynd og þarftu mörg ár og getur ekki bara tekið punkt hérna, svona er ástandið og það verður alltaf svona. Þetta er skortur á fjármunum, já. Spurning hérna. Já. Nú sér maður fyrir sér sjókvíaeldið sem er mjög ónáttúrulegt umhverfi fyrir lifandi dýr, fiska, að þetta hlýtur á það að kalla fram að vera gróður að stíga fyrir alls konar grasserandi sjúkdóma í þessu ónáttúrulega umhverfi. Hvað telur þú vera mikla ógn af þessu gagnvart síðan villtum vatnafiskum sem að lifa af við náttúrulegar aðstæður? Já, auðvitað hefur þetta engin áhrif á sko, vatnafisk sem slíkan sem er staðbundin. Það bara segir sér sjálft, sko. Já, vatnasjófiskar, ég meina. Já, ég meina hvort að meina sjókengin. Já. Laxafiskar. Sko, þetta ég get ekki fullyrt það nema að eins og ég greindi frá í mínu erindi, þá var ég nú að reyna að leita spurninga við ákveðnum hlutum. Annað er að sko, við vitum það bara ekki, en það er engar sérstakar vísbendingar sem að
benda í þá átt að þetta sé að hafa áhrif á villta fiska neinu marki nema náttúrulega lús. Það fyrst og fremst lúsin sem að ég myndi hafa áhyggjur af. En aðri smitsjúkdómar, fólk verður náttúrulega að gera sér grein fyrir því að í fyrsta lagi þá eru þeir í öllum villtum popúlasjónum. Það er bara þannig. Og þessir villtu fiskar lifa við optímal aðstæður og höndla þetta betur heldur en kvíafiskurinn sem er í þéttleika og öllum þeim pakka. En hins vegar, það er ekkert eitt einlít svar við þessu. Það hugsanlega bara skorti meiri rannsóknir á þessu. En meðan við höfum ekki til þess að benda á, þá getum við ekki fullyrt neitt. Er það? Hver er reynslan í útlöndum af þessu? Ég hef ekki séð neina rannsóknir þar sem hægt er að tengja alvarlega sjúkdóma eins og blóðþorra eða brisveiki eða hvað þú kallar þetta við, sem kemur mjög reglulega upp í fiskeldi í Noregi og eru sumir hverjir sjúkdómar sem við höfum ekki hér. Það koma líka upp í villtum fiskum og þeir hafa verið að reynsa upp heil og átnar. Það er ekki bakteríus. Það er allt annar pakki. Það er fiskur sem var fluttur frá Svíþjóð með ormi sem að sænski laxinn þoldi en ekki sá norski. Það hefur ekkert með fiskeldi að gera, ekki neitt. Það er einn á netinu, Pétur Bjarnason, heyrist í þér? Já, góða daginn, heyriði mér? Svona rétt svo, og tala mjög hátt og skýrt. Heyriði mér? Halló? Já. Heyriði mér? Já, við heyriði í þér. Heyrið þú ekki í okkur? Jú, ég heyri vel í ykkur. Já. Náttu vaða. Ég með eina spurningu, það er nú eiginlega til Guðna frekar, að í sambandi við hnúðlaxinn, bara að því að næsta sumar gæti orðið mikið af hnúðlaxi og ef teljið að gæti orðið mikið af hnúðlaxi að því það var mikið á honum 23. Og svo er önnur spurning í sambandi við hnúðlax, er talið að hnúðlax valdi skaða í íslenskum ám og vötnum. Og þriðja lagi er vita að hrygnir hnúðlax í íslenskum ám og vötnum og nær hann að koma upp sauðum. Og í sambandi við að getum við gert eitthvað til þess að borna við honum ef að átnar og vötni fyllast af hnúðlaxi, höfum við leyfi til að jafnvel að veiða í óhefðbundin veiðarfæri annað en að veiða á stöng og þetta er bara það sem ég var að velta fyrir mér. Takk fyrir. Þú getur svarað þessu með jái. Guðni, viltu bara ykkur við? Það er komin reglugerð sem leyfir ádrátt út af hnúðlaxi. Við vitum hann hefur hringt í íslenskum ám. Við vitum ekki áhrifin. Snertifletirnir við villtan fisk, villtan laxa á Íslandi eru ekki margir. Hann gengur út bara strax og hann er búinn með kauphókar. Það er möguleg samkeppni í hafi. Það er eitthvað sem við getum búist við. Sumir hafa talað það og þetta sé bara ágætis uppspretta næringarefna úr hafi inn til landsins. Það þekkist mjög víða þar sem hnúðlaxinn er að þú getur skoðað áhringi á trjám lengst inn í skógunum til að meta hvort laxagöngur einhvern tímann fyrir einhverjum hundruðum ára voru góðar eða ekki. Þannig að við vitum ekki almennilega hver áhrifin verða. Norðmenn eru smeykir og þeir eru að skoða leiðir. Þetta er töluvert stærra vandamál hjá þeim en okkur. En já, það er leyfilegt núna að beita aðferðum, veiðifélög mega að beita aðferðum til þess að reyna að losna við hann. Ég vona að það svarist með bless. Takk fyrir þetta og takk okkur fyrir góð erindi. Bless. Takk fyrir komuna. Það var ein spurning þarna. Ég var bara að velta fyrir mér varðandi umhverfi sem er í laxkvíunum
vilti laxinn er náttúrulega að synda framhjá þessu umhverfi og mæla sko áhrifin eða hvernig síast þetta út fyrir kvíarnar, hversu langt. Við náttúrulega með botnfall, með saur og erum verið að gefa endurfylgjurum mat sem að vilti laxinn er að synda í gegnum og hann er náttúrulega bara tækifæri sinni, það er náttúrulega líka. Nei, ekki hér. Ég gerir ráð fyrir að Myndur þú vilja tala í mikrofón? Ég gerir ráð fyrir að þú sért að tala útbreiðslu smitefnanna í kring. Nei, þetta hefur ekki verið gert hér, en þarna verðum við að tala einhvers konar í DNA nálgun. Það sé að taka sjósýni, sía og reyna að greina einstaka eða fara í next generation sequencing og fá einhvers konar, já, bara alla þá patogena sem eru mögulega í þessu tiltekna sýni. Nei, þetta er ekki verið gert. Tengist náttúrulega með því sem hann var að tala áðan, varðandi bútana, sko, DNA bútana. Já. Hvernig þetta siktast allt út í umhverfi í kringum eldið. En svo er náttúrulega vera mjög mismunandi. Sumar eru þola mikið, aðrar mjög lítið. Mismunandi hitastið í sjónum, mismikið fiski í kvíunum og svo framvegis. Já, ég vildi bara bæta við að við erum að þróa líf á smitefnum. Já. Það er afeðlisfræðileg inn í því, þannig að það er verið að gera eitthvað í þessu. Takk fyrir það. Við erum komin hálftíma fram yfir. Þetta er búið að vera stórkostlega gott, held ég. Góðir fyrirlesarar. Ég vil alltaf bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Vona að þið eigið bara yndislega stundur á bakkanum í sumar og njótið og hafið gaman. Takk fyrir komuna.